Komið þið sæl og verið velkomin í 7. þátt af 8 af Ævari vísindamanni. Ég heiti Ævar. Við förum víðan völl í dag. Við horfum til himins og við skoðum stjörnurnar. Við veltum því fyrir okkur hvernig sólin í raun og veru á litinn og við fræðumst Caroline Herschel, stórmerkilegan stjörnufræði. En það ekki allt. Við svörum spurningunni hver uppáhalds matur í heimi og skoðum nokkur myndbönd úr myndbandakeppninni okkar. Var eitthvað fleira? Ó, já, og svo ætlum við að sprengja boltalandið úr IKEA í tætlur. Við byrjum núna. Í sögunum Harry Potter fyrirbæri sem kallast huliðskikkja. Þetta skikkja sem þú setur á þig og áður nú veist af, ertu ósýnilegur. En hægt að gera eitthvað ósýnilegt í alvörunni? Enn sem komið ekki hægt að fá svoleiðis skikki út í búð, en við getum prófað svolítið annað á meðan við bíðum. Það eina sem við þurfum eru 2 misstórar skálar og matarolía. Við hellum matarolíu ofan í stærri skálina. Því næst tökum við minni skálina og hægt og rólega látum við hana síga ofan í olíuna. Og sjá! Skálinn hverfur. En hvernig í ósköpunum þetta hægt? Þegar ljós ferðast frá einu efni yfir í annað, breytist hraði þess og leið beygir það. Þegar ljós ferðast gegnum matarolíu ferðast það á nokkurn veginn sama hraða og þegar það ferðast gegnum gler. Það breytir því ekki stefnu og við sjáum þess vegna ekki að ljósið að fara í gegnum bæði olíu og skál. Hvernig sólin á litinn? Hún gul, appelsínugul, rauð eða hvít? Svarið D, hvít. Sólin í raun og veru hvít á litinn. Ástæðan fyrir því að við sjáum hana sem annaðhvort gula eða rauða sú að þegar hún skín sendir hún ljósgeisla sína til okkar í gegnum lofthjúp jarðar. Gastegundirnar í lofthjúpnum valda því að þeir endurkastast á mismunandi hátt og af þessu endurkasti hlýst liturinn á sólinni. Þannig virðist sólin gul þegar hún hátt á lofti en rauðleit við sólarupprás eða sólsetur. Þegar sólin lágt á lofti þarf sólarljósið að ferðast lengri leið þykkan lofthjúpinn og dreifist meira. Miðjan dag fer sólarljósið hins vegar styttri leið í gegnum lofthjúpinn vegna þess að það skín beint ofan á hann. Og þá fáum við hvíta ljósið nokkurn veginn óbrenglað til okkar. Vitið þið það að matarsalt heitir natríumklóríð, en ef natríum ekki í salti, það bara svona málmur eins og við sjáum hérna. Og þegar natríum bara svona málmur, þá þarf að geyma það í svona olíu, vegna þess að annars myndi það bara hvarfast við rakann sem í andrúmsloftinu. Það nefnilega mjög hvarfgjarnt. Natríum svo hvarfgjarnt að þegar það kemst í snertingu við vatn, þá kviknar bara í því. Ég ætla að skera eina smá búta af natríum. Og Arnór ætlar að hella smá vatni í tilraunaglasi. Skera bara pínulítinn bút. Pínulítinn. Svona. Svo skóla ég olíuna af. En það sem við erum líka með hérna að við erum með efni sem heitir litvísir. Og þetta efni það breytir lit eftir hvort sem í basískri eða súrri lausn. Setja smá inn í vatnið. Nokkra dropa. Aðeins að hræra. Flott. Og þá ætlum við að setja ofan á vatnið bensín. Fylgist þið nú vel með.
Sjáu þið. Þegar málmurinn hvarfast við vatnið, þá myndast vetnisgas. Og sjáu þið, þegar vetnisgasi myndast, þá lyftir það málmbútnum upp. Og það er eins og það sé bara svona hoppandi á vatninu. Já. Og það sem bensíni gerir, það er eiginlega svona að vernda þetta vetnisgas vegna þess að ef bensíni var ekki, þá myndi bara kveikna í því og verði bara svakalega mikill eldur. Og sjáu þið, þetta er orðið rautt. Það er út af því að þegar málmurinn hvarfast við vatnið, þá verður þessi lausn basísk. Svona heldur þetta áfram, þangað til að málmbúturinn er bara búinn. Þetta köllum við hoppandi natríum. Nýtt spennandi. Við ætlum að heimsækja Matís. Það er mjög margt sem að gerist innan hús og það er fjöldinn allan á starfsmönnum með mjög mismunandi bakgrunn og það má kannski með einföldum hætti skipta starfsemi Matís upp í rannsóknir og svo þjónustu. Til dæmis að taka sýni frá heilbrigðiseftirlits starfsmönnum sem að koma með að hinga og við rannsökum síðan hvort það sé einhver efni sem dæmi sem ekki að vera í vörunum sem dæmi. Matís er að öllu leyti í eigu ríkisins, það er að segja við eigum þetta. Og það er rosalega, það er mikil tækifæri í því, þannig að öll okkar hugsjón, það sem að við hugsum fyrst og fremst er að skapa fyrir þjóðina, fyrir íslenska þjóð og skila í raun og veru þekkingunni sem að við öflum okkur í samstarfi bæði við íslenska og erlenda aðila, skilin aftur til Íslendinga. Matís er öflugt þekkingarfyrirtæki sem sinnir fjölbreyttum störfum. Sem dæmi eitt af fjöldamörgum hlutverkum hefur Matís mikilvægu hlutverki að gegna varðandi gæði og öryggi matvæla. Við erum alltaf með leiðarljósið að búa til verðmæti, búa til raunveruleg verðmæti úr því sem við erum að gera. Þannig að kannski á heildina sé að það skemmtilegasta sem að Matís er að gera er að við erum að búa til einhvern afrakstur sem er einhvers virði með samstarfsaðilum. Og svo kannski það sem er að gerast akkurat núna hjá Matís er hvernig við erum að búa til jafnvel mismunandi vörur, eins og til dæmis húðvörur, úr það sem við höfum talið hingað til að sé matur, eins og til dæmis þari og þang. Það er rosalega skemmtilegt finnst mér. Nei, bíddu nú hægur, að búa eitthvað til úr þangi? Hvernig óskopunum virkar það? Þetta er þörungur sem heitir bóluþang. Bóluþang? Og hvar fáið þið svona bóluþang? Við förum bara niður í fjöru og finnum þetta þar. Og er þetta nánast hvað sem er, eða? Já, svona víða. Ekki allstað kannski, en samt þið finnið allstaðar þörunga og þang niður í fjörunni. Margar tegundir. Og hvað gerið þið við þetta bóluþang? Við vinnum úr þessu efni sem að við höfum svo verið að setja út í snyrtivörur. Og hvernig snyrtivörur? Í krem til að setja á andlitið. Og hefur þörungurinn svona góð áhrif? Já, hann hefur mjög góð áhrif. En hvað er þetta hér? Þetta er duft sem er búið að vinna það er búið að vinna þessi andóksunar efni úr bóluþanginu. Já, þannig að þetta er raunin svona, þetta er bóluþangi? Þetta er bóluþang, eða efni úr bóluþanginu. Og þetta er sett í kremið? Þetta er sett í kremið. Sem við setjum svo framan í okkur? Já. Við erum stödd í straumfræðihúsinu sem er partur af Matís. Hvað er þetta? Þetta er lirfa svörtu hermannaflugunar sem við erum að rækta hjá Matís. Og þetta verður nýtt sem fóðurhráefni fyrir eldisfisk. Já, þessar lirfur þær éta svo mikið, þær verða svo feitar og verða svo næringaríkar. Þær eru með hátt próteinnihald og hátt fituinnihald líka. Og þess vegna er það svona álitlegu kostur sem fóðurhráefni. Og þess vegna erum við að rannsaka þær. Þú vinnur við það að sjá þessar lirfur? Já, ég er að passa að fá nú að borða og passa að halda sig hérna í kössunum og halda ferlinu gangandi og láta þær búpast, breytast í flugur og verpa eggjum. Og eru þær eitthvað í því að reyna að sleppa út, eða? Já, það reyna það. Þegar verður mjög blautt þá loða það svolítið við kantana og reyna að skríða í burtu. Hvað myndi gerast ef þær myndu sleppa út í náttúruna? Þær myndu drepast fljótlega. Þær lifa ekki, þær drepast öllum líkindum undir 10 gráðu hita. Finnst þér pöddur ekkert ógeðslegar? Jú, fyrst sko, en þetta venst bara mjög vel.
af því ég er ekki alveg búinn að venjast þeim ennþá. Þannig að nú ætla ég að prófa að fara hérna ofan í. Þær eru svolítið heitar og þær titra svona eins og það er eins og ég haldi á síma og einhver sé að reyna að ná í mig. Sjáu þú hérna skríða þær hver yfir aðra þvera og hrynja hérna aftur. Hvað geta þessar lirfur gert fyrir okkur? Hugmyndin með þessu öllu saman er að taka lífrænan úrgang sem annars væri bara hentað urðaður, nýta hann sem æti handa lirfunum og á móti fáum við þá lífmassa sem við getum nýtt í fóður fyrir eldisfisk. Sem sagt, próteinrík fæða fyrir fiska. En ætli ég megi smakka? Ef við horfum upp í himininn á heiðskýrri nóttu, þá virðast stjörnurnar alveg óendanlega margar. En það er þó alls ekki raunin. Því þó þær virðast næstum óteljandi, er í raun aðeins 6.000 stjörnur sem hægt er að greina með berum augum við bestu aðstæður. Og þar sem helmingur hvelfingarinnar er fyrir neðan sjóndeildarhring hverju sinni, þá má gera ráð fyrir því að það sjáist í mesta lagi 3.000 stjörnur. Það er samt alveg nóg, þið vitið, maður er alveg... Ég var alveg hálftíma að telja þetta, þannig að maður er alveg lengi að telja upp í 3.000. Þær stjörnur sem við sjáum eru langflestar í næsta nágrenni. Þær eru innan okkar vetrarbrautar. Heildarfjöldi stjarna í alheiminum er hins vegar miklu meiri. Fjöldi stjarna í vetrarbrautinni skiptir hundruðum milljarða. Stjörnufræðingum ber ekki saman nákvæman fjölda, en almennt er talið að þær sé á bilinu 100 til 400 milljarðar. Einnig hefur verið áætlað að fjöldi vetrarbrauta í sýnilegum alheimi sé í sama stærðarþrepi, eða 100 milljarðar. Og ef við gerum ráð fyrir því að meðalfjöldi stjarna í vetrarbrautunum sé svipaður fjöldanum í okkar vetrarbraut, segjum 200 milljarðar, og að fjöldi vetrarbrauta sé 100 milljarðar, þá fæst að heildarfjöldi stjarna í heiminum sé 20.000 milljarða eða 20.000 trilljónir stjarna. Og þetta er að vitaskuld gróf áætlun, en það gefur þó hugmyndum þann mikla fjölda stjarna sem er að finna í óravítum geimsins. Og hugmyndum allt það sem við eigum enn eftir að uppgötva. Góðan daginn, við erum Anna Bekkur og Komstokka. Í það ætlum við að gera skemmtilega tilraun. Við ætlum að gera hraunlampa og það sem þarf í er ávatn, matarlykt úr vatni. Hann getur verið blár, grænn, fjólublár og alls konar litin. Þetta matarolíu og að lokum freyðiböggli sem er hægt að kaupa í flestum búðum. Byrjum smá vatni. Setjum smá matarlykt í vatnið. Setjum matarolíu í vatnið. Sjá hvernig matarolíu flýtur vatnið í stað þess að blanda við. Nú kemur skemmtilegi parturinn, reyðitaflan. Reyðitaflan breiðir neðst í glasinu og ýtir lituðum vatnsdropum upp í olíuna. Góð lykt. Við erum stödd í boltalandinu í IKEA. Þessir hérna boltar, þeir eru frekar léttir og flottir og fínir. Ekkert mál að henda þeim upp í loftið og grípa þá aftur. En hvað myndi gerast ef við myndum taka helling af þessum boltum og bara sprengja þá í loftu? Ætlaðu að grafa mig aftur. Tilbúin? Jæja, þá gerum við þetta. Svona tilraun gerir maður samt ekki eitt síns liðs. Sprengjugengið verður að hjálpa mér. Við tökum stóran ruslagám og setjum heitt vatn í botninn á honum. Því næst tökum við fljótandi köfnunarefni sem eru -200°C og hellum því ofan í plastflösku. Köfnunarefni gufar upp og þegar tappinn hefur verið skrúaður á, byrjar að myndast rosalegur þrýstingur. Og á endanum springur flaskan. Þetta var ágætt, en ekki nógu gott. Við getum gert betur. Við minnkum tunnuna og þannig er flaskan hlutfallslega orðin stærri.
Þegar við setjum flöskuna ofan í heita vatnið, þá gufar köfnunarefnið enn hraðar upp, svo þrýstingurinn eykst enn frekar og á endanum springur flaskan í tætlur. Fylgjumst vel með. Nú erum við að tala saman. Þarna sjáum við nauðsyn þess að gera samanburðartilraunir. Hvað finnst okkur best að borða? Í tilefni þess að ég það bil að fara að borða hágæða próteinríkar lirfur, þá ákvað ég að rannsaka hver væri uppáhaldsmatur fólks í heiminum. Árið 2011 gerðu alþjóðlegu samtökin Oxfam könnun og spurðu mörg þúsund manns víðsvegar heiminn hver væri uppáhaldsmaturinn þeirra. Takið eftir því, við erum ekki að tala hvaða matur sá sem borðað mest af, heldur uppáhaldsmatur. Hver heldur þú að hafi sigrað og þannig hlotið titilinn uppáhaldsmatur í heimi? A. Pasta. B. Kjöt. C. Hrísgrjón. D. Pizza. Svarið A. Pasta. Í öðru sæti var kjöt, svo komu hrísgrjón og sjóðheitar flatbökur voru í fjórða sæti. Þó að þetta sé meðaltalið munurinn á milli landa mikill. Í Bandaríkjunum uppáhaldsmaturinn pizza. Í Pakistan vilja þeir helst borða grænmeti. Og Áströlum, þeim finnst langt best að borða súkkulaði. Það má svo deila það hvort súkkulaði sé matur eða ekki, en súkkulaði. Jæja, það komið að því. Flugnalirfurnar sem við sáum áðan hafa verið frystar í 2 vikur og ég hef ekki sérstakt leyfi til að gæða mér á þeim. En fyrst verðum við að elda þær auðvitað. Þær verða steiktar á pönnu og vel kryddaðar. Óhóhói. Vísindamennirnir hjá Matís að skoða hvernig við getum nýtt lirfur, þá sérstaklega í fiskeldi. En þeir telja einnig að lirfur og önnur skordýr gætu orðið mikilvæg uppspretta matar á næstu árum og áratugum. Og þeir ekki einir það. Sameinuðu þjóðirnar spá því að innan 50 ára muni fólk allan heim þurfa að borða skordýr til að fá nógan mat. Það því ekki að ástæðulausu sem ég legg þetta á mig. Jæja, það búið að elda, það búið að krydda, nú bara eftir að smakka. Gjörðu svo vel. Viltu meira eða? Þetta nóg í bili. Þetta nóg í bili. Vel. Og svo fæði ég mér hérna smá. Ég var að taka smakkvall í einu eða? Það svona sterkt. Þetta vel sterkt og það svona springa aðeins í munninum á manni. Þetta samt ekkert skrítið. Nei, þetta allt í lagi. Og sjálfsögðu því að maður alltaf að klára matinn á disnum sínum, að þá ég eiginlega bara svolítið fegin að ég setti ekki meira. Þetta svona matur sem maður vill ekkert vera að skoða rosa mikið á meðan maður að borða hann. Bara á. Og loka bara svolítið augunum. Hvernig gengur? Þú er ekki sem ég klára þetta. Þú að klára, ég að vera búinn, sko. Þú settir miklu meiri á mér. Það? Svona, glæsilegt. Þá það síðasti bitinn. Það nóg að lirfum á þessu. Verðið mér góðu. Það springaði þá. Takk fyrir mig. Takk sem þess. Takk fyrir mig. Vilji einhverjir? Það nóg til. Einmitt og hann. Það hún sem að vera. Það komið að vísindamanni dagsins. Í hverjum þætti þá veljum við einn vísindamann og við fjöllum hann eða hana. Stundum eru vísindamennirnir úr bókmenntasögunni en inn á milli þá tökum við líka fyrir vísindamenn sem voru til í alvörunni. Vísindamaður dagsins Caroline Herschel. Caroline var breskur stjörnufræðingur sem fæddist árið 1750. Hún kunnust fyrir að uppgötva 8 halastjörnur og dvergvetrarbrautina M110 sem fylgivetrarbraut Andrómedu-þokunnar. Hún og bróðir hennar voru einir færustu sjónaukasmiðir heims á síðari hluta 18. aldar og í upphafi þeirra 19.
10 ára gömul veiktist Caroline sem hamlaði eðlilegum vexti. Hún var því afar fíngerð og lágvaxin, rétt rúmlega 140 cm á hæð. Og þess vegna skulum við minnka hana örlítið. Glæsilegt. Og samkvæmt heimildum þá var hún víst ekkert sérlega fríð. En hvaða máli skiptir það samt eiginlega? Hvort hún var fríð eða ekki, það skiptir engu máli. Hún var leiftur klár og vitið þið? Mér finnst hún bara pínu sæt. Mætti kannski, þú veist, brosa pínu meira. Það verða allir sætari þegar þið brosa. Hún er ekki alveg nú hress. Allavega, fjölskyldan hennar taldi þess vegna að hún myndi aldrei giftast og það væri bara best að hún yrði ráðskona. En þannig endar ekki hennar saga. Ó nei. Árið 1772 bauð stóri bróðir hennar, William, Caroline að flytja til sín og þáði hún boðið. Þar vann hún sem ráðskona bróður síns, milli þess sem hann kenndi henni söng en hún þótti fyrirtaks söngkona. William heitlaði snemma af stjörnufræði, aðalega vegna þess að hann vildi hafa eitthvað að gera á nóttunni. Á hverjum morgni hélt hann svo fyrirlestur fyrir Caroline það sem hann hafði lært kvöldið áður. Caroline heitlaðist fljótt líka af stjörnufræði og hóf að hjálpa William við smíði og notkun sjónauka. Í staðinn kenndi William systur sinni stærðfræði sem átti eftir að koma sér vel. Hún þótti einstaklega lagin við að slípa og pússa spegla og koma sjónaukum fyrir á sjónaukastæði. Sú vinna krafðist nefnilega þolinmæði og natni sem William bjó bara ekki yfir. Hann reidddi sig þess vegna á stuðning hennar. 32 ára gömul varð Caroline lærlingur bróður síns. Að áeggjan hans hóf hún að gera eigin athuganir árið 1782. Næstu 4 árin uppgötvaði hún M110 og 8 halastjörnur. Ljóst er af skrifum hennar að hún óskaði þess að fá laun fyrir starf sitt og árið 1796 varð henni ósk sinni þegar Georg III veitti henni árslaun fyrir framlag sitt til vísinda. Fyrst kvenna. Caroline lést háöldruð í Hannover þann 9. janúar árið 1848. Smástirnið 281 Lucretia sem fannst árið 1888 var nefnt henni til heiðurs sem og tunglgígurinn C. Herschel sem á tunglinu. Það má því segja að Caroline Herschel sé konan í tunglinu. Það líka fínt að kallinn í tunglinu fá konu, eða ekki? Athugið það, næst að það fullt tungl. Og gígurinn meira þess að pínu líkur henni, svona ef hún myndi brosa. Góðan daginn, ég heiti Þórunn Anna. Í dag ætlum við að gera tilraun með hlaup. Í þessa tilraun þurfum við nokkur hlaup, 2 glös með vatni og 3 með ýmsum gosdrykkjum. En það er alveg hægt að hafa bara 1 gummibjörn og 1 vatnsglas í þessa tilraun. Við byrjum á því að setja 1 hlaup í hvert glas. Og núna þurfum við bara að bíða í nokkra klukkutíma. Jæja, núna erum við búin að bíða í nokkra klukkutíma. Núna þurfum við að gúmmið aftur upp. Svo þið sjáist betur hef ég sett á hvítan disk. En svo sjáu nú hafa allir stækkað og dregið sér lit af gosdrykknum. Því lengur sem maður bíður, því meira stækkar. Það var ekki hægt að tryggja hann. Hann var ekki góður. Þá er þættinum lokið í dag. Takk fyrir að horfa. Ef þið hafið einhverjar spurningar eða viljið senda inn tilraunir, þá skuluð þið senda mér tölvupóst á ævarvísindamaður hjá ruvaff.is eða senda mér venjulegt bréf merkt Ævarvísindamaður, Efstaleiti 1, 150 Reykjavík. Munið líka að kíkja á heimasíðu þáttarins ruvaff.is/ævar og svo er önnur heimasíða sem ég mæli sérstaklega með en það er Vísindavefur Háskóla Íslands, vísindavefur.hi.is. Við sjáumst í næstu viku. Í næsta þætti af Ævari vísindamanni. Við ætlum að komast að því hvers vegna hor er grænt á litinn. Við rannsökum hvort að hægt sé að búa neðansjávar, veltum fyrir okkur hvernig við værum á bragðið ef að hákarl skyldi borða okkur og við setjum Íslands, Norðurlanda og hugsanlega Evrópumet í slímgerð. 700 lítrar. Takk fyrir kærlega.
Bye!